Nú ætlum við að skoða aðeins tæki og tól fyrir JavaScript en við gerum það náttúrulega, við erum búin að skoða þau aðeins svona með fram með ESLint og BrowserSync og SAS og öllu þessu en það er alveg heill heimur af tólum sem er hægt að nota fyrir JavaScript. Ó nei. En hérna er quote úr Resilient Web Design það að við ættum að choose your tools wisely. It would be a terrible shame if you abandon the resilient approach to web design because of a difference of opinion with a piece of software. Þetta er það ég vona að þið hefur svona aðeins náð þessari hugmyndafræði sem að ég svona komið að hérna inn á milli þess sem ég kennt ykkur hvernig tæknin sjálf virkar það að vera búa til svona resilient vefi sem virka þó að það sé ekki allt fullkomið. Það er oft þannig að við byrjum að nota ykkur tól af því að þau eru bæði vinsæl eða fólk er að einhvern veginn að ýta þeim upp á okkur, það er gott PR í gangi fyrir þau eða þetta er bara eitthvað sem að bara allir eiga að nota og þá fara tólin alltaf inn að stýra því hvernig við setjum í verkefninu okkar og hvernig við látum hlutin okkar virka og hvernig við látum það ekki virka. Það er svolítið búið að snúa sig þá á haus af því að verkefnið ætti alltaf það sem við erum að gera fyrir notendur og það sem við viljum að notendur vefjan okkar geti gert, það á alltaf að vera í fyrirrúmi, ekki það að við séum að nota ykkur ný og fín, flott og frábær tól. Ef að það leysir verkefnið á besta hátt að nota bara HTML, CSS og jafnvel ekkert JavaScript, bara HTML eitthvað upp og setja eitthvað útlit úr það og búm, ég er búin að gera eitthvað aðgengilegt fyrir eitthvað fólk og það er eitthvað fólk að fá eitthvað value út úr því. Það þarf ég ekkert að nota React eða ég þarf ekkert að nota eitthvað flavor of the week þegar kemur að svona JavaScript frameworkum en hins vegar geta alveg líka verið verkefni þar sem við viljum nota eitthvað svoleiðis en þá þurfum við líka ekki að láta tólin stýra því já, nei, við getum ekki láta þetta virka nema með JavaScript út af því að tólið segir þá er þetta orðið svolítið svona farið að þá erum við að setja okkar þægindi fram fyrir notendur okkar og það er eitthvað sem við ætlum að hugsa En þegar við erum að nota svona tækjutól þá eru nokkur hluti sem koma upp og það sem er kannski svona alveg að fara þetta út en er ekki alveg dottið út er þessi nýja fína ECMAScript 6/2015 virkni hvernig er stuðningurinn við hana? Alltaf meiri og meiri en ekki fullkomin þar að segja það eru ennþá vafrar sem að geta ekki notað eitthvað sem við erum búin að vera að læra á eins og promises eru ekki studd í Internet Explorer 11 þau eru studd hérna í öllum svona major browserum eru ekki studd í BlackBerry Async og Await það er líka stutt frekar vel hérna aftur, ekki í 11 hvað er eitthvað annað for off nei man ekki hvernig það er hérna undir þessu en það er allavega þannig að mikið af þessari virkni er komin yfir 90% í nýjustu vefurunum en síðan erum við stundum með verkefni sem eru í umhverfum þar sem við erum með hugsanlega einhverja sem að nota ennþá eldri vafra og það er þá aðal vandræðavafurinn er E11 og þá þurfum við einhverja leið, get ég nota þessa nýju fínu virkni og stutt þessa gömlu vafra og þá á þetta við á nákvæmlega þessum tímapunkt í dag en í rauninni þessi hugmyndafræði mun líka alveg eiga við eftir 5 ár þegar það er komin einhver enn nýri upplifun og það er einhver enn aðrir gamlir vafrar sem eru búin að taka við E11 Þegar ég byrjaði þessu þá var það E5 og svo var það E6 og nú er það E11 og hann er seinasti hver verður nýja og þá getum við skoða á annan máta hérna hversu góður stuðningur er í vöfrum þannig hérna getum við séð fyrir ECMAScript 6 nákvæmlega hérna þá getum við séð að Edge 17 er 96% Firefox Nightly bara útgáfan sem er alveg nýjust af Firefox er 98 Chrome 69 er 98 Safari 11 í 99% og svo getum við fyrir að skoða hérna
2016 Plus sem svona viðbót og Next sem í raun það sem ennþá verið að spekka út. Og þá sjáum við að þá erum við farin að detta niður í að browserarnir eru í undir 10% eða undir stuðningi sem náttúrulega mjög eðlilegt að þetta eru hluti sem ekki búið að staðla að þetta leyti. En þá alveg mikið við gætum tekið núna einhverja virkni hérna sem á að koma í einhverju staðli eftir mánuði eða ár og byrja að nota þetta í dag og láta það virka í vöfrum sem eru í notkun með þá einhverju svona transpælir. Og þá getum við þýtt úr þessari nýju tækni, þessari nýja staðli eða þessari nýri virkni yfir í bara alveg aftur í ECMAScript 5. Þannig að við getum tekið hérna kóða, setjum upp eitthvað tól og eitthvað bildferli þá eins og við erum að gera með sassið okkar, að við tókum sassið okkar og hnýttum því einhvern veginn saman í eitthvað CSS sem við getum notað og fengið síðan polyfill fyrir hluti sem vantar í eldri vafra. Og polyfill var þetta þegar við erum með einhvern kóða eða einhver plugins sem að leyfa eldra umhverfi aðgang að nýrri virkni. Svona SIM fyrir vafra APIs. Og hérna við skoðum þetta í byrjun, við þurfum að fara yfir CSS, alveg gomma af einhverjum svona cross-browser polyfills. En transpiler ekki compiler, af því að compiler þýðir úr forritunarmáli yfir í eitthvað vélamál, eitthvað sem að tölvur munu nota, en transpiler þýðir úr forritunarmáli í forritunarmál. Og leyfir okkur að nota í dag virkni sem kemur ekki fyrir í framtíðinni. Svipa til polyfill. Og Babel svona vinsælasti transpilerin fyrir JavaScript og við ætlum aðeins að skoða hvernig við getum notað hann. En eins og öll tól í JavaScript ecosysteminu þá sækjum við með npm. Síðan setjum við upp eitthvað config sem segir til hvernig á að stilla þetta og hvernig á að nota þetta. Geymum það í babel.config.js og keyrum síðan með einhverju skriftu, hvort sem það eitthvað í npm eða einhvern veginn öðruvísi. Við ætlum að nota npm. En það sem við gerum þá að sækja Babel Core. Babel 7.0 var að koma út bara fyrir nokkrum vikum og þá er búið að breyta töluvert virkninni á þessu. Maður sótti alltaf Babel/core, núna sækir maður setur Babel _core, nú það /core. Svo getum við sótt Babel polyfill líka. Síðan búum við til einhverju svona config skrá og líka í Babel 7 hægt að nota .babel.rc eins og þið kannast við úr style.lint.rc og úr ESLint.rc og núna erum við bara notað JavaScript skrá sem heitir babel.config.js og hérna segjum við Babel, alltaf nota babel.env sem svona aukapakki sem skoðar stuðning í vöfrum og síðan ætlum við að segja við ætlum að styðja Edge 17 og upp úr, Firefox 60 upp úr, Chrome 67 upp úr, Safari 11.1 upp úr og ef við erum með virkni sem til byggð inn í þessa vafra, til dæmis promise support eða eitthvað, þá viljum við nota það byggt á notkunartölum og ekki vera að sækja óþarfa polyfill og stækka það sem við erum að búa til, stækka JavaScript skrafnangar. Þegar við erum að nota einhverja virkni og svo virkni þarf 600 lína JavaScript skrá sem polyfill hana, þá það sem við þurfum að láta notendur okkar frá okkar kóði pluss þessar 600 línur. Og svo notum við eitthvað annað sem 700 línur og svo eitthvað annað sem 1000 línur og allt í einu 10 lína JavaScript skráin okkar orðin 1200 línur út þegar við erum með svo mikið af polyfillum. Svo getum við líka skilgreint þetta með vafra yfir eitthvað ákveðna notkun og ekki dauða. Og það sem góða við þetta að hægt og rólega eftir því sem að fólk uppfæri vafrana sína, þá munum verkefnin okkar bara uppfærast og nota minna og minna af polyfillum. Þannig að þetta önnur leið til þess að skilgreina svona preset. Og síðan setjum við upp einhverja skriftu, þannig að við getum sett upp Babel sem keyrir Babel á einhverja source directory og kastar þeim skrám yfir í einhverja dist directory og svo getum við látið Babel fylgjast með því sem við erum að gera, þannig að þetta gerist bara leið og við erum að skrifa, bara eins og við erum búin að vera að gera með Stylent, með SAS. Þannig að ef við förum í dæmi fyrir þetta,
hérna. Opnum nýjan Visual Studio Code fyrir það. Þannig að þá erum við hérna búin að sækja Babel og þá fáum við eitthvað Babel CLI, Babel Core, Babel Preset Env og svo þessi polyfill hérna. Og við erum með þessi Babel config sem segir við ætlum að nota vafra sem eru með yfir 0,25% markaðshlutdeild. Það eru okkar target vafrar sem eru ekki dauðir. Það er ekki búið að segja að þetta eru vafrar sem á ekki að nota. Og síðan erum við með hérna einhverja virkni, til dæmis eins og arrow functions sem er ekki studd í öllum vöfrum. Og við ætlum að logga þetta út og við viljum geta nota þennan kóða í öllum þessum vöfrum án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því að vafrinn muni bara bila og ekki keyra. Þannig að við getum opnað þá terminal hérna og við vorum með Babel hérna, sem henda þessum skrám. Þannig að við erum með þetta hérna og síðan erum við með einhver klassa hérna sem við vorum að fara yfir. Þetta er heldur ekki stutt af öllum vöfrum. Þannig að við viljum geta skrifa svona kóða og ekki þurfa að hugsa það að styðja aðra vafra. Við viljum bara láta tólið sjá það að búa til kóða sem aðrir munu geta notað. Þess að aðrir eldri vafrar. Þannig að þá getum við gert npm run Babel. Þá kemur hérna successfully compiled 2 files with Babel og þá urðu þau til hérna í dist möppunni og þá förum við hérna í index og þá sjáum við að hérna er búið að skipta út arrow functionum okkar fyrir bara function og samanskapið þá vorum við að nota, við getum notað þetta hérna sem lyftir þessu í annaveldi og þá er þetta hérna búið að skipta því út fyrir math.power eða pá sem færir í annaveldi. Þannig að við getum, eftir að við erum búin að setja upp tólun okkar, skrifa kóða eins og okkur listir í því, með þeirri tækni sem við erum búin að setja upp og þetta er allt transpælað yfir í það sem er stutt af eldri vöfrum. Og hérna sjáum við töluvert suppulegri kóða sem eru að polyfilla klassvirknina. Þannig að þá erum við að sjá að þetta er orðið svolítið stærra en upprunalegi kóðun okkar og ef við fyrir að skoða þetta þá er þetta hérna einhvers staðar að nota define property constructor.prototype þannig að þetta er að nota prototypunar og þetta er bara að búa til polyfill fyrir prototypu virknina úr frá klassvirkninni. En þá sjáum við hérna verður til fall og við segjum new foo, þannig að það verður að búa til create class hérna og það er eitthvað voða fínt í gangi. En source og dist er oft notað sem nöfn á möppum og þá er það source notað fyrir heiti á möppunum sem er með grunnkóðunum okkar, kóðunum sem við skrifum fyrir þá source og dist fyrir kóða sem er búið að eiga við eða búið að transpæla, transpælaður grunnkóðun okkar og dist stendur það fyrir distribution. Þetta er kóðun sem við ætlum að dreifa. En út frá þessu, slum bara power í gegnum þetta hérna, þá getum við núna farið að pakka saman kóðunum okkar. Þannig að núna er ég hérna með 2 skrár, index og class. Hvað ef ég vildi til dæmis að index geti notað class? Eins og við erum búin að vera að nota í SAS. Við getum importað út, við getum skipt verkefninu okkar niður. Og það er rosalega næs, af því að þá þurfum við ekki að vera með 2000 línur af einhverju JavaScripti. Við getum bara skipt þessu upp í 200 línur hér, 500 línur þar og svo framvegis. Og þá viljum við fá okkur annað tól sem er þá einhver svona bundler. Og tekur þá margar JavaScript-skrár og setur það saman í eina. Og þá getur þetta líka verið að sækja eitthvað kóða frá öðrum. Við getum sótt eitthvað library sem að gera einhver ákveðna virkni. Og þetta bundlar öllu þessu saman í eitt svona bundle sem verður það eitthvað risastór JavaScript-skrá sem er það sem við sendum síðan áfram til notandinn okkar þegar vefurinn okkar er komin í loftið. Og Webpack er hugsanlega eitthvað tól sem við heyrt um. Það er bundler og gerir líka margt fleira. Og það eru önnur, til dæmis rollup, parcel og eldri tól eins og grunt og gulp. En við ætlum að skoða aðeins hvernig rollup virkar. Það er tiltölulega auðvelt að komast af stað með það.
Og þessi bundler hefur líka stuðning við ECMAScript 6 modules. Og þá þetta bara sama. Við sækjum þetta með npm, við skilgreinum eitthvað config í rollup config og við skilgreinum skriftu til að keyra. Þannig að þetta svona oftast það sem maður að gera með þessi tól. Og rollup _c segir rollup að keyra rollup og nota rollup configið. Og rollup watch, þá getum við skilgreint rollup nota configið og _waff til þess að watcha. Þetta dæmi rollup config. Þá segjum við inputið okkar index.js í source mappunni. Það inngangspunkturinn í forritið okkar. Útgangspunkturinn skrá sem dist bundle.js sem þá allur kóðin sem verður til út frá þessu hérna að rúllunum upp mun fara í þetta hérna. Formatið á honum verður iffy sem þá kunnulegt. Það það sem við erum búin að nota sjálf. Við erum búin að vera að handrúlla svona módulum. Og við ætlum að fá source map sem var eins og þið munið kannski úr sessinu. Þannig að ef það kemur upp villa í bundle.js þá getum við mappað með source mapinu yfir í kóðan í index.js eða þeim skrám sem það notar. En sem sagt ECMAScript import og export stutt af rollup og syntaxin þarna að við erum með eitthvað export default og export named. Þannig að hérna fáum við default export, hérna fáum við bar sem named export. Síðan getum við sótt default exportið, import foo, myndi þá sækja þetta hérna, eða import með curly brackets til að sækja þessi named export, þetta myndi þá sækja þetta hérna, eða sækja named export og gefa þið nýtt nafn eins og hérna. Þannig að hérna myndi bas vera notað en vísað í bar. Við myndum sjá aðeins hvernig þetta virkar bara þegar við fyrir að skoða nánar í kóða. Síðan getum við sett upp plugin í tólinn okkar, þannig að við getum ennþá stækkað og gert hlutina flóknari og skrýtnari. Og við getum til dæmis látið rollup keyra Babel, þannig að við þurfum ekki að vera bæði með rollup og Babel keyrandi og láta það keyra saman. Við getum bara sagt rollup, þegar þú bundlar þessu öllu saman, keyrið þá líka Babel fyrir okkur. Og já, þetta farið að flækja svolítið. Og þá sækjum við Babel og rollup eins og áður, setjum aukalega rollup plugin Babel sem þá plugin eins og við höfum verið að nota í ES-lintu þessu. Skilgreinum config fyrir bæði tólin eða innifélum Babel configið í plugin configin okkar, í rollup configinu og keyrum síðan bara rollup. Við þurfum ekki að keyra Babel sérstaklega þegar rollup mun sjá að keyra þetta allt saman fyrir okkur. Þannig að þá sækjum við allt heila klappið. Svo hérna þurfum við að importa Babel plugininu úr pakkanum rollup plugin Babel. Þetta eins og áður, nema hér bætist síðan við plugin sem Babel, sem þá source maps true, af því við viljum búa til source map. Þannig að við erum ekki bara með source map úr rollup yfir í kóðan, heldur úr rollup yfir í Babel yfir í kóðan okkar. Og svo erum við með presetin sem eins og áður, segja til hvað við viljum styðja. Síðan hellingur af öðrum pluginum, en þetta mjög djúp hóla, þessi tólahóla í JavaScript. En í grunninn getum við munið það að við getum alltaf bara gripið til þess að skrifa bara HTML, CSS og JavaScript. Við þurfum ekki þessi tól. Þau geta verið næs, en við þurfum það ekki. Ég ætla að kíkja á eitt dæmi hérna áður en við tökum pásu. Og þá bara með þessu öllu saman settu upp hérna. Skoðum þetta hérna. Hérna erum við búin að setja upp rollup plugin Babel og rollup plugin Uglify. Og síðan erum við með það sama áður. Við erum bara með þessi hérna tvö skrift, rollup og rollup watch. Og svo erum við með Babel eins og áður. Svo erum við ekki með neitt Babel config núna, heldur erum við með rollup configi hérna, sem eins og áður. Og Babel configi okkar innifalið hérna inni. Við erum að segja ekki fara inn í node modules þegar við erum að fara að þýða Babel. Það er að segja við þurfum ekki að keyra þetta á allt sem hérna inni. Og síðan erum við með þetta Uglify hérna. Við tökum það aðeins út og munum skoðum hvað að gerast. Þannig að núna ég með index hérna og núna segi hérna import foo from class.
og þá er class hérna og class segir export default class foo, þannig að þetta hérna exportar foo klassanum með default exporti og ég get importað þessu hérna undir nafni sem er foo. Þannig að þá get ég notað foo hérna og get loggað þetta út. Þannig að ef við núna hendum þessum gaurum og keyrum npm run rollup, þá var búinn til þess að bundle og source map fyrir bundleinn og ef við kíkjum inn í bundleinn núna þá sjáum við að við fáum hérna eitthvað iffy utan þetta allt saman. Þetta er immediately invoked function expression. Inn í því er síðan þessi Babel kóði hérna fyrir polyfillið fyrir klassan ásamt klassanum hérna var foo, síðan hérna fyrir neðan hér fáum við síðan kóðan sem við vorum að kalla í index, það er að við erum með hérna var foo jafnt og new foo, console log foo bar, þannig að hérna núna í þessu hérna er allt dótið sem var í þessum hérna tveimur skrám. Og svo ef við bætum við þessum uglify hérna þá fáið þið svona, ef þið hafið eitthvað verið forvitin hvernig einhverju vefir eru settir upp og þið hafið skoðað view source á þá og skoðað javascriptið og það hefur bara verið eitthvað svona súpa, þá er það út af því að það er búið að keyra uglify, en núna ef við förum í bundlun okkar þá er hann bara orðin eitthvað svona súpa sem er í raun búið að taka source kóðan sem við vorum með áðan og keyra niður með einhverjum öðrum compiler í minnstu mögulegu útgáfu sem að mun skila þessum kóða eins og hann var. Þannig að þetta hér, þessi 568 bæti mínus þetta hérna, mun keyra allan kóðan okkar sem er hér. Og síðan ef við möppum á milli, þá er source mappi hérna, en samt, þetta er skemmtilegt.